Við erum stödd í vélfægi sem framleiðir fiskvinnsluvélar. Fyrirtækið framleiðir heildstæða línu fiskvinnsluvéla, hausara, flökunarvélar og róðdráttarvélar. Ekki bara fyrir innanlandsmarkað, útflutningur stór þáttur í starfseminni. Hérna það hugvitið, þekkingin og nýsköpunin sem skiptir miklu máli. Við erum að vinna svona 11 til 14 hérna jafnaði. Og við úthýsum töluvert af verkefni líka og þá helst hérna í nágranna fyrirtæki, Akureyri, Siglufirði og já, reynum að halda þessu svona mest í nágranninu. En hérna við sem sagt framleiðum samt og smíðum alla íhluti og svona hjarta í vélunum sjálf en útvistum svo því sem aðrir gera betur en við. Sjávarútvegurinn kröfuharður kaupandi. Ólöf segir að framleiðsla, hönnun og þróun vélanna fari fram í nánum tengslum við sjávarútveginn. Þau bera upp í raunverulega nýsköpunarstarfið og það að við getum sem sagt fengið aur í kassan til þess að geta búið til nýja lausnir og nýja vélar og fjármagna það. Íslenski sjávarútvegurinn hann náttúrulega bara á fleygiferð alltaf inn í framtíðina og það bara eins gott að fylgja með og helst að vera aðeins skref á undan og til þess að þeir fá það sem þeir þurfa til þess að vera alltaf bestir. Nýting afurða skiptir miklu máli þegar nýjungar eru annars vegar. Ólöf Ýr segir að lausnir vélfags hafi komið vel út. Hvert prósentustig skiptir máli þegar nýting annars vegar. Útflutningur hefur aukist verulega hjá vélfægi. Erlendis litið mikið til íslensks sjávarútvegs og ef þeir eru að nota einhver tæki og vélar þá eru menn forvitnir og vilja fá að vita hvernig gengur og þannig að það hefur svona hjálpað okkur mikið að brjóta ísinn á erlendum mörkuðum. Hvert eru þið þá helst að selja? Það við höfum verið að selja til Þýskalands, Hollands, Bretlands, Frakklands og já, og byrjuðum að selja á Noreg líka. Þannig að þetta svona og jú, Grænland líka, grænlenska tór og erum að fara að setja upp vél í vinnslu það líka núna næstu mánuðum. Tölvutæknin ræður ríkjum í þessum heimi. Vélfag framleiðir vélbúnað fyrir landvinnslu og fiskiskip. Vélarnar þurfa þess vegna að vera öruggar og einfaldar þrátt fyrir að vera flóknar. Við erum að selja mikið inn í umhverfi þar sem keyrt bara 22-23 klukkutíma á sólarhring og það má ekkert bila sko. Oft eiginlega bara treyst á eina vélalínu sem slíka sko og hefur verið undanfarið þó að aðeins að breytast núna loksins en þannig að það hefur bara ekkert verið nein þolinmæði fyrir neinu sem ekki gengur. Það bara dýrt frá sko þannig að við verðum að standast þessar kröfur sko. Og þróunin hröð í þessum heimi. Menn ekki alltaf að finna upp hjólið og þetta svona meira vöru þróun myndi ég segja sko og það náttúrulega heimur þarna úti sem að bara í öllu inntölvum og öllu sem að gjörbreytast frá því fyrir ekkert löngu síðan og þetta alltaf svona, þetta vefur alltaf upp á svona snjóbolti má segja sko, þessi tækni og gerist hraðar þessi tækni verið meiri þannig að svona ég held að sé svona eins og ég segi, næstu árum munum við sjá miklar breytingar í þessu í vinnslu sjávarafla og mannshöndin hverfur frá þessu meira og minna og ég svo sem ekki að segja ykkur ég ekki Nostradamus í þessu, þetta bara eitthvað sem margir sjá fyrir og að vinna í sko. Þannig að þeir sem hafa verið að vinna með hendur og fiski snýttingu og annað, þetta verður hverfandi og mun gjörbreytast. Bjarmi bjartsýnn á framtíðina. Nýjustu vélarnar hafa hlotið góðar viðtökur bæði hér á landi og erlendis. Við höfum verið mjög duglegir í þróunarvinnu og eigum mikið inni þar líka. Við eigum mikið af verkefni sem við þurfum að koma á markaði sem eru búið að fara í ákveðna þróunarvinnu. En síðan þarf líka alltaf að hugsa að hafa salt í grautinn og sinna því sem þeirri eftirspurn sem og við höfum kosið að fara frekar svona hægt en örugglega. Ég veit ekki hvort að það gáfulegt en það allavega niðurstaðan hjá okkur. Það var síðast útlendingar í gær sem bara
bugtu svo beigðu sko fyrir okkur, bara ekki okkur pessiði sko, heldur bara Íslendingum sko, bara hvað við erum góðir í þessum geira sko. Þannig að það er mjög gaman að svona að finna þetta. Þannig að þetta til einhvers, þetta basl okkar allt saman. Ekki óalgengt að erlendir hugsanlegir kaupendur heimsæki vélfag í Ólafsfirði. Já, það þó nokkuð það. Já, þeir oftast koma nú og kíkja. Þeir eru þá kannski búin að kynna sér, búin að frétta af og búin að tala við þá kannski útgerðin eða vinnsluna sem að nota vél frá okkur og koma og kíkja og fá þá að kíkja í vinnslurnar réttir hérna eins og hjá Frystihúsinu á Dalvík og Fish Seafood á Sauðárkróki. Þeir hafa verið og hérna UA á Akureyri sem allir að nota vélar frá okkur og eins HB Grandi fyrir sunnan. Og svo sem þess að útgerð, allir hefur verið, vélvílin mjög vikill hjá íslenskum útgerðarfyrirtækjum að leyfa okkar kúnnum og jafnvel þó að séu þeirra samkeppnisaðilar að koma og kíkja og sjá hvernig vélarnar vinna og þannig að það alveg ómetanlegt að hafa svona gott samstarf við þessi fyrirtæki.